Helena, tap fyrir Svartalandi í dag, hvað svona fyrir úr skeið sér? Við náttúrulega bara, við vitum við þurfum að hitta á náttúrulega svona eiginlega fullkominn leik til þess að vinna svona lið og hérna tapaði boltar og kannski ekki alveg nógu góð þriðjuleikluti, heldur tapaði þessu fyrir okkur í dag. Hvað er það töpuð boltan kannski aðalega sem að það sem að leikurinn tapast í þessum þriðjuleikluta? Já, þú getur tapað á honum þar sem að hendur honum út af eitthvað svoleiðis, en það tapar í hendunar á þeim og þær eru að refsa þér í hvert einasta skipti og náttúrulega svona, dregur svolítið úr þér og náttúrulega auðveldar fyrir þær. Við stóðum okkur fínt 5 á 5 í vörn, fannst mér. Þannig að völlurinn opnaðist svona fyrir þar, þá var þetta svolítið erfitt. Það er náttúrulega mjög sterkt lið þetta Svartalands liði. Er ekki í raun og veru að taka mun meira jákvæðar heldur en neikvæðar úr þessu leik? Jú, ég held það. Ég meina, þetta er svona, við erum með svona þannig sér nýtt lið. Ég meina, Hildur er að koma aftur inn og svona núna er þessi blanda svolítið að, fá að láta reyna á sig. Þannig að hérna, þetta er fyrsti leikur og ég meina það er nóg eftir í þessari keppni og mér fannst það var flott barátta í gangi. Mér fannst við gera ágætlega fullt af hlutum. Þannig að hérna, við þurfum þetta bara að hitta betur heldur en við gerum í dag og þurfum kannski að fá meira framlag frá fleirum í sókninni. Þú náttúrulega mistar af síðastu svona gluggaleikjum, hvernig er það komin aftur í þetta? Bara útrúlega gott sko, mjög erfitt að sitja á bekknum og horfa á, þannig að ég er bara glöð að vera komin aftur. Slóvakía framundan, hvað heldur þú þurfum að gera í þeim leik? Það er náttúrulega bara voðalega svipað, það er allt þjóðir sem er með sterka leikmenn inni og Slóvakía sem er fleiri líka garda fyrir utan. Þannig að við þurfum auðvitað bara, við erum búin að vera að einbeita okkur svolítið á þessum leik og svo bara strax á morgun byrjum við bara að undirbúa okkur fyrir Slóvakíu.